Sundlaugum, skemmtistöðum og söfnum verður lokað og einungis 20 mega koma saman samkvæmt hertu samkomubanni heilbrigðisráðherra. Bannið tekur gildi á miðnætti annað kvöld. Ekki verður hægt að sinna störfum þar sem fólk í miklu návígi við viðskiptavini. Rakari í Vesturbæ Reykjavíkur sem þarf að loka sínum vinnustað sagðist ekki vilja taka óþarfa áhættu. Skíðabærinn Ískel í Austurríki nú skilgreindur sem eitt af hættulegustu smitsvæðum heims. 100 smita má rekja til bæjarins en íslensk stjórnvöld gerðu fyrst viðvart hættuna sem stafaði af bænum. Sorpa hefur enn ekki fundið kaupendur fyrir 3 milljónir rúmmetra af metangasi og 12.000 tonn af moltu sem ný gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi mun framleiða á hverju ári. Stöðin kostaði rúma 5 milljarða og verður tilbúin í lok mánaðar. Margar menningarminjar hér á landi liggja undir skemmdum vegna sjógangs og hætta á að þær hverfi endanlega í hafið á næstu árum. Gott kvöld. Þessi fréttatími táknmáls túlkaður á RÚV 2 og RÚV.is. Einungis 20 mega koma saman, hvort sem það í einkarými eða opinberu rými samkvæmt hertu samkomubanni sem heilbrigðisráðherra hefur boðað. Sundlaugum, skemmtistöðum og söfnum verður lokað. Hert samkomubann tekur gildi á miðnætti annað kvöld og gildir til 12. apríl. Samkvæmt því mega mest 20 koma saman í einu, hvort sem það í opinberu rými eða einkarými. Þetta á einnig við alla vinnustaði. Við öll mannamót þarf auk þess að tryggja að fjarlægð milli manna verði yfir 2 metrum. Takmarkanirnar ná hvorki til alþjóðaflugvalla og hafna né til loftfara og skipa. Þá gilda sérstakar reglur matvöruverslanir og lyfjabúðir. Þar verður heimilt að hafa alltaf 100 manns inni í einu, að því gefnu að hægt sé að halda að minnstakosti 2 metra fjarlægð milli fólks. Sundlaugum, líkamsræktarstöðvum, skemmtistöðum, spilasölum, spilakössum og söfnum verður lokað. Starfsemi og þjónusta sem krefst mikillar nálægðar milli fólks óheimil. Þetta á við hárgreiðslustofur, snyrtistofur, nuddstofur og aðra sambærilega starfsemi og allt íþróttastarf. Þetta gildir ekki nauðsynlega heilbrigðisþjónustu sem ekki getur beðið. Takmörkun á skólahaldi verður óbreytt en mælst til þess að haldið sé 2 metra fjarlægð milli einstaklinga eftir því sem mögulegt einkum hjá eldri börnum. Heilbrigðisráðherra ákvað þetta í samræmi við tillögu sóttvarnalæknis. Tillagan var tekin fyrir á fundi ríkisstjórnarinnar síðdegis og auglýsing verður birt í stjórnartíðindum á morgun. Stjórnvöld endurmeta takmörkunina eftir því sem efni standa til. Hvort heldur að aflétta henni fyrr eða lengja gildistímann. Já, heilbrigðisráðherra kynnti tillögu landlæknis fyrir ríkisstjórninni hér í ráðherrabústaðnum fyrr í kvöld og hún hérna hjá mér, Svandís Svavarsdóttir. Svandís, hvers vegna var þessi ákvörðun tekin á þessum tímapunkti? Sóttvarnalæknir taldi ástæðu til að gera við mig til mín nýja tillögu í raun og veru það að herða aðgerði sem að lúta að samkomum. Hann gerir það fyrst og fremst vegna þess að embætti hans og í samstarfi við almannavarnir og landlæknir eru sífellt og stöðugt að endurmeta í raun og veru þær aðgerðir sem verið að láta gilda hverju sinni og þarna var litið svo á að vegna þess að það hefur orðið nokkur aukning á undanförnum dögum að það væri ástæða til þess að herða þennan hluta þessar aðgerðar. Og nú erum við í raun og veru komin þangað að það tekur þær breytingar sem voru kynntar á ríkisstjórnarfundi núna áðan að þær taka gildi á miðnætti aðfaranótt þriðjudags og snúast kannski fyrst og fremst það að í stað þess að hámarksfjöldi á samkomu sé 100 að þá það orðnir 20. Svo nokkur starfsemi nokkrar tegundir af starfsemi sem talið upp í auglýsingunni og það til dæmis hársnyrting, nuddstofur, snyrtistofur og því líkt en líka sundlaugar og líkamsræktarstöðvar og því líkt, þannig að það verið að herða verulega að starfsemi þar sem að fólk kemur saman og þar sem að erfitt að sinna í raun og veru sóttvörnum. Eftir sem áður þá gert ráð fyrir því að matvöruverslunin geti með góðu skipulagi boðið upp á það að það séu fleiri inni á sama tíma með því að tryggja að það séu 2 metrar á milli fólks
og þar gert ráð fyrir því að talan 100 gildi eftir sem áður. En við erum auðvitað líka bara að tala um það að fólk sé með innkaupalista og það fari bara einn úr hverju fjölskyldu og svo framvegis, þannig að við séum ekki að dvelja lengi í versluninni, þannig að fleiri komist að og við getum tryggt það að allir geti keypt í matinn án þess að verða fyrir hindrunum. Nú þetta ansið miklar takmarkanir, áttu von á því að fyrirtæki og fólk muni fara eftir þessu? Já, ég á von á því að það verði þannig hér eftir sem hingað til. Í raun og veru þá það eina leiðin, sko, svona sóttvarnarverkefni eins og við erum í núna og baráttan við veiru af þessu tagi, þetta læknisfræðileg barátta og hún vísindaleg, en hún kannski fyrst og fremst verður ekkit unnin öðruvísi heldur en samfélagslega. Og mér finnst það vera þannig að það ótrúlega mikill skilningur meðal almennings og ég vil nota þetta tækifæri bara til að þakka öllum sem eru í raun og veru að breyta í grundvallaratriðum sínu daglega lífi, bæði heimilishaldinu og sínum vinnustöðum og svo framvegis til þess að reyna að stemma stigu við útbreiðslunni, hjálpast að og ég held að við getum öll litið hvert í sinn barm, í eigin barm með það að við getum dregið úr líkunum á því að bera sjúkdóminn áfram. Takk fyrir þetta, Svandís. En framkom á fundi almannavarna í dag að skortur á sýnatökupinnum sem notaðir eru til að greina kórónuveirusmit. Við skulum heyra hvað Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sagði það í dag. 95 Íslendingar greindust með kórónuveirusmit í gær. Alls hafa þá 568 greinst hérlendis. 36 batnað. 350 sýni voru greind í gær, töluvert færri en undanfarna daga. Vegna yfirvofandi skorts á sýnatökupinnum hefur greiningum fækkað, sérstaklega hjá íslenskri erfðagreiningu. Það voru til á föstudaginn rúmlega 2000 pinnar og það var von á annar eins sendingu núna í vikunni og svo jafnvel seinna í vikunni og það það sem menn eru bara að eiga við núna hvenær kemur svo sendinga. Það átti að vera 5000 pinnar sem átti að koma, svo var það skorin í 2000 og við munum ekki láta það gerast að allir pinnar klárist. Heldur munum við reyna að hamla þá notkun þeirra og nota það og vel valda veika einstaklinga meðan að vera að bíða eftir nýrri sendingu. Þórólfur segir að þær aðgerðir sem íslensk yfirvöld hafa gripið til, að greina smit, einangra sýkta og setja fólk í sóttkví, hafi skilað árangri. En næstu dagar munu skera úr það hvort við höldum að líklega sé að verstaspáin muni raungerast eða bestaspáin, en ég minni á það að allur undirbúningur okkar, bæði innan heilbrigðiskerfisins og okkur sem erum að vinna hérna varðandi faraldsfræðina, miðar eiginlega við vesturspá. Ekki gert ráð fyrir að eftirlit verði hert þegar harðari aðgerðir til að sporna gegn útbreiðslu veirunnar taka gildi annað kvöld. Hluti af því sem menn hafa rætt í tengslum með þetta það að mönnum síðan ljóst ef þetta brotið gegn þessu þá þetta loka starfsemi án fyrirvara. En við bara ætlum að halda áfram að treysta hvort öðru og gera þetta almennilega. Víðir bendir fólki á að senda einungis einn af heimilinu út í búð í einu og vera með tilbúin innkaupalista til þess að takmarka tíman sem fólk dvelur í búðinni. Ef fólk kvefað, verið heima. Ef þú ert með beinvirki og eitthvað slíkt, vertu heima. Ef þú ert ekki alveg öruggur með þetta, þið líður ekki nógu vel og heldur kannski að verða veikur, vertu þá heima. Rakari í Vesturbæ Reykjavíkur segist hafa verið farinn að huga því sjálfur að loka. Hann einn þeirra sem ekki geta haldið út í starfsemi næstu vikurnar vegna herts samkomubanns. Rakarastofa Ragnars og Harðar hefur verið starfrækt í meira en 60 ár á Vesturgötu í Reykjavík. Starf rakara og hárgreiðslu fólks eitt af því sem felur í sér töluverða nánd við viðskiptavini og þar með eykst smithætta. Síðustu vikur hafa verið óvenjulegar. Það búið að vera svolítið öðruvísi, skrýtir. Það náttúrulega bara snarminkaði, þannig að við erum 3 að vinna hérna. Það hefur verið nóg fyrir einn að vera hérna og við höfum ákveðum að skipta okkur bara. Þannig að ef hefði komið einhver þá var bara einn sem datt út. Ragnar hefur sagt viðskiptavinum sínum að stofan verði opin eins og hægt er. Hann hafi þó séð í hvað stemdi. Ef þeir hefði ekki lokað núna helgina eða þessi ákvörðun sem væntanleg, þá var ég farin að huga að því að loka sjálfur bara. Hvers vegna? Maður fann það að þó það væri svolítið að koma á kúnnum að maður algjörlega ofan í þeim. Það fann að koma fréttir að ég ekki eins öruggur og ég hélt. Ég reyndar í áhættuhópi 62 ára en nokkuð heilsugóður en samt það ekki dörugt, þannig að til hvers að taka sín. Ragnar kveðst hafa heyrt það sama frá ýmsum kollegum sínum sem velti fyrir sér hvort það sé þess virði að hafa opið.
Hann ætlar sjálfur að nýta næstu vikur í að dytta að ýmsu á stofunni og hreyfa sig. En svona á léttari nótum, það þá fyrir séð að eftir nokkra vikur þá verði ansi margir með ljóta hárgreiðslu. Já, það fann að birtast myndir á Facebook fyrirfram af því. Já, við verðum bara að vera duglega að hreyfa okkur og vera tilbúin í slagi þegar lætin byrja aftur. Það verður líklega að brjála. Angela Merkel, kanslari Þýskalands, hefur ákveðið að setja sjálfa sig í sóttkví næstu 2 vikurnar, þar sem læknir sem hún hefur verið í meðferð hjá hefur greinst með COVID-19. Fyrr í dag tilkynnti Merkel í sjónvarpsávarpi að bann hefði verið sett við því að fleiri en 2 komi saman í Þýskalandi til að stemma stigu við faraldrinum. In diesem Sinne haben sich die Bundesregierung und die Bundesländer heute verständigt, die Leitlinien für das Verhalten und für die Bewegungsfreiheit und Mobilität, an die sich alle zu halten haben, noch einmal zu erweitern. So reduzieren wir weiter konsequent öffentliches Leben und die sozialen Kontakte und wir sorgen dafür, dass in ganz Deutschland im Grundsatz die gleichen Regeln gelten. Ríkið tekur á sig 35 milljarða króna áhættu vegna svokallaðra brúarlána og eru líkur á að tap ríkissjóðs vegna þeirra verði verulegt. Ströng skilyrði eru sett fyrir slíkum lánveitingum. Ríkisstjórnin kynnti í gær aðgerðir í 10 liðum sem ætlað að milda það högg sem verður af útbreiðslu COVID-19. Margar þessara aðgerða eru tiltölulega einfaldar og skýra sig sjálfar. Þannig fær barnafólk eingreiðslu þann 1. júní. Allir Íslendingar 18 ára eldri frá gjafakort frá stjórnvöldum til að borga fyrir ferðaþjónustu og farið verður í opinbera framkvæmdir. Svo eru aðra aðgerðir eins og brúalán og frestun á greiðslu opinbera gjalda sem eru töluvert flóknar í framkvæmd. Margar þessara aðgerða eru samhangandi. Seðlabankinn hefur til dæmis lækkað vexti, aflétt kröfu sveiflujöfnunarauka og lækkað bindiskyldu. Svo ætlar ríkið að lækka bankaskatt. Allt á þetta gefa bönkunum færi á því að dæla peningum út í hagkerfið með ýmsum leiðum. Svo sem með umræddum brúalánum. Ríkið ætlar að ábyrgjast helming þeirra í gegnum Seðlabankann gegn helmingi frá lánastofnunum. Fyrir þessu lánum eru ýmis skilyrði. Brúarlán eru eingöngu ný lán til fyrirtækja sem orðið hafa fyrir að minnstakosti 40% tekjumissi gagngert vegna COVID-19. Fyrirtækin þurfa jafnframt að vera rekstrarhæf þegar faraldurinn yfir staðinn. Bankarnir veita aðeins þessi lán þegar önnur úrræði duga ekki til. Á þessum lánum hámark sem samsvarar 2-földum launakostnaði fyrirtækja. Þannig að ef launakostnaði fyrra var 100 milljónir, getur lánsfjárhæðin orðið alltaf 200 milljónir. Ábyrgðin verður afturkölluð að 18 mánuðum liðnum. Þau fyrirtæki þar sem launakostnaður nemur að minnstakosti 25% af heildarútgjöldum eiga rétt á láninu. Heimilt verður að setja skilyrði fyrir því hvernig fyrirtæki ráðstafa láninu. Til dæmis að það verði eingöngu notað til að greiða laun, húsaleigu eða aðföng. Það verða bankarnir sem ákveða hvaða fyrirtæki fá lán og hver ekki, en ákvörðunin á að vera byggð á skýrum, málefnalegum og gagnsæjum forsendum sem tryggja jafnræði fyrirtækja. Áætlað að tekin verði brúalán fyrir 70 milljarða króna, sem þýðir að heildar áhætta ríkissjóðs vegna þeirra nemur 35 milljörðum króna. Þar sem þau fyrirtæki sem þurfa á þessu lán að halda eru í miklu vanda, veruleg hætta á að ríkissjóður sitji uppi með töluvert tap vegna þeirra. Gagnrýni rignir yfir stjórnvöld í Tíról í Austurríki vegna aðgerðarleysis, en í ljós hefur komið að 100 ferðamanna frá Noregi, Danmörku, Þýskalandi og Íslandi sem greind eru með COVID-19 smituðust í skíðabænum Ískal í Tíról. Fjölmiðlar víða Evrópu hafa fjallað það sem gerðist í Iskl síðustu mánaðamót og dró alvarlegan dilk á eftir sér víða álfuna. Talið að hátt í 1000 ferðamenn sem dvöldu á þessu svæði í febrúar og mars hafi smitast. Helmingur allra smita í Noregi rakinn til Iskl, 1/3 í Danmörku og þá talið að 1/4 allra tilfella í Austurríki sé á þessu svæði. Upp af þessa grunur fjall á Iskl sem uppsprettu stórfellds smits má rekja til 29. febrúar þegar íslenskir ferðamenn komu heim frá svæðinu. 15 þeirra greindust með COVID-19 sýkingu. Þetta var til þess að íslensk heilbrigðisyfirvöld settu Iskl á lista yfir áhættusvæði. Við erum í sambandi við yfirvöld á bæði í Austurríki og á Ítalíu þetta smit. 7. mars var fyrsta smitið staðfest í Iskl. Það var þýskur barþjónn sem vann á vinsælum bar, Kitzloch. 8. mars þræta stjórnvöld í Tíról fyrir að ferðamenn hafi smitast í Iskl og segja líklega að þeir hafi smitast á ferðaleginu heim. Þessar upplýsingar frá öðrum Evrópulöndum
smit þar frá Ölpunum, víðsvegar sýnir að það er ekki bara smit í öllu flugi út alla Evrópu, heldur virðist vera þarna einhver pottur. 9. mars fullyrða fjölmiðlar að þýski barþjónninn í Ískl hafi smitað að minnstakosti 15 manns. 10. mars ákveða stjórnvöld að loka barnum Kislokk, önnur veitingahús gera slíkt hið sama. Að öðru leyti ekki aðhafst í Ískl. 12. mars ákveðið að blása skíðatímabilið formlega af í Tíról. Skíðaliftur á svæðinu eru engu að síður enn í gangi og margir ferðamenn á svæðinu. 13. mars lýsa stjórnvöld því yfir að Ískl sé áhættusvæði og setja svæðið í sóttkví. En það ekki fyrr en 2 dögum seinna sem slökkt á síðustu skíðaliftunni. Vegna slælegrar framgöngu stjórnvalda í Tíról hefur Robert Koch stofnunin Berlín, sem sinnir faraldsfræðilegum rannsóknum, skilgreint Tíról hérað í Austurríki sem einn af 10 hættulegustu stöðum jarðarinnar með tilliti til COVID-19. Á listanum og ennfremur finna Wuhan í Kína, Ítalíu, Íran, Madrid og bandarísku ríkin Kaliforníu, Washington og New York. Þrátt fyrir allt þetta eru stjórnvöld í Tíról jafn kokhrust og áður. Ich glaube, die Behörden haben ja alle Schritte richtig gesetzt. Ferðamannatímabilinu í Ískl lokið. Framtíð ferðaþjónustu í þessum 1500 manna bæ sem tekur á móti 100.000 ferðamanna á ári í óvissu. Eitt þó víst. Ítalski hjartanknúsarinn Eros Ramazzotti kemur ekki til með að syngja í bænum í byrjun maí eins og ákveðið hafði verið. Ekki frekar en þúsundir annara listamanna sem hafa aflýst tónleikum þvers og kruss Evrópu og í raun allan heim á næstu vikum. Hætt verður að urða heimilissorp á höfuðborgarsvæðinu þegar ný gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi verður tekin í gagnið. Framkvæmdir eru á lokametrunum. Engir samningar hafa verið gerðir sölu á metani og moltu sem stöðin mun framleiða. Gas- og jarðgerðarstöðin stærsta framkvæmd Sorpu fyrr og síðar. Árið 2010 ákváðu sveitarfélögin að urðun sorps yrði hætt árið 2020 og uppbygging stöðvarinnar stærsti liðurinn í því. Framkvæmdir við gas- og jarðgerðarstöðina hófust í október 2018 og áætlað að verklok verði í lok þessa mánaðar. Gas- og jarðgerðarstöðin, eða Gæja eins og hún kölluð, engin smásmíði eða tæpir 13.000 fermetrar. Já, þetta eru 83.000 rúmmetrar og þetta hús og þessi verksmiðja, hún bara á pari við virkjun. Þetta bara orkustöð. Við erum að gera okkur vonur það að kynda upp hérna í maí og vera komnir á fullt í ágúst. Þessi nýja endurvinnsla breytir þó ekki flokkun almennings, heldur sorpið forunnið í móttökustöðinni í Gufunesi. Lífrænum úrgangi svo ekið í Gæju þar sem næring og orka endurheimtist, meðal annars úr bleium og gæludýraúrgangi. Með öðrum orðum, sorp sem var áður urðað í jörðu breytist í metan og moltu í Gæju. Þetta bara risastórt skref með tilliti til loftslagsmálana. Bara það eitt og sér að fara að framleiða þetta metan úr þessum úrgangi sem fór áður til urðunar, að það í rauninni jafngildi því að taka hátt í 40.000 bíla af götum borgarinnar. Þegar vinnslan verður að fullu komin í gagnið verður yfir 95% úrgangs frá heimilum á höfuðborgarsvæðinu endurnýttur. Fjárhagsvandræði Sorpu hafa verið mikið til umfjöllunar undanfarið, en vandræðin eru fyrst og fremst tilkomin vegna uppbyggingar þessarar nýju stöðvar. Heildarkostnaður framkvæmda við stöðina 5,2 milljarðar. Í byrjun árs birti innri endurskoðun Reykjavíkur svarta skýrslu starfsemi Sorpu eftir að ljós koma tæplega 1,5 milljarð vantaði inn í áætlanir. Í kjölfarið sagði stjórn fyrirtækisins Birni Halldórssyni framkvæmdastjóra upp. Framkvæmdakostnaður var verulega vanáætlaður, meðal annars vegna þess að verkið var boðið út áður en búið var að hanna stöðina. Það ekki hægt að kenna einum. Það var eftir litlu að fara. Ef við hefðum hannað húsið og boðið það síðan út, þá ættum við eftir sirka 18 mánuði í að klára stöðina. En það var tímaskortur í rauninni sem var til þess að þetta fór svona? Algjör tímaskortur. En hvers vegna þurfti að pressa svona á þetta? Já, vegna þess að
eftir 2020 þá urðaru ekki lífræn úrgang. Hvað ætlaðu að gera við hann? Bara á þessu ári hefur Sorpa tekið 2 neyðarlán upp á næstum 1,5 milljarð króna. En það dugir ekki til og ljóst að eigendur þurfa líka að setja meira fjármagn í reksturinn. Hvenær gerir þið ráð fyrir að þessi rekstur hér verði arðbær? Ég held að það sé dálítið afstætt, ég get haldið fram að það sé arðbær frá fyrsta degi þegar við erum að framfylgja hér ákvörðunum sem hafa verið teknar að hætta urða lífrænan heimilisúrgang. Þess vegna þurfum við að gera þetta, en arðbær út frá því hvort við getum selt afurðirnar, það er svona erfiðar og flóknara mál að tala um. Þegar Gaia kemst í gegnið tvöfaldast framleiðslugeta landsins á metani. Það kann þó að skjóta skökku við, því í dag er stór hluti metansins sem er framleitt brennt, því það nýtist ekki. Og enn hefur ekki verið gerður samningur nýtingu afurðana, hvorki metanið né moltuna. Það er búið að tala við ýmsa og ýmislegt í gangi, en það liggur ekki fyrir neitt bindandi samningur. En hefði ekki verið kannski æskilegra að ganga frá slíkum samningum áður en var farið í að byggja stöðuna? Ég hefði trúlega hugað því ef þið sjálfur verið hér við stjórnvöld frá upphafi. Helgi segir að hækkun gjaldskrár og aðrar hagræðingar hjálpi líka til við björgun Sorpu. Sorpa er fyrirtæki framtíðarinnar. Þegar upp í staði þá snýst þetta ekki bara eitthvað eitt, heldur mjög margt sem kemur til þess að bjarga fyrirtækinu út úr þeim fjárhagserfiðleikum sem það sannarlega er í. Og nú bara vindum okkur í það með ráðum og dáð að finna markaði fyrir þessar afurðir. 15 ára stúlka slasaðist alvarlega og er í lífshættu eftir að snarpur jarðskjálfti að stærð 5,3 reið yfir Zagreb, höfuðborg Króatíu 6-leytið í morgun að staðartíma. Stúlkan var í byggingu sem hrundi í skjálftanum. Upptök hans voru 7 kílómetra norður af borginni. Margar byggingar skemmdust, einkum í eldri hverfum miðborgar Zagreb og rafmagn fór víða af þar sem raflínur fóru í sundur. Eftir skjálfti að stærðinni 5 reið yfir klukkustund síðar. Balkanskaginn liggur á stóru misgengi og því eru skjálftar algengir á þessum slóðum. Hafrannsóknarstofnun leggur til að leyfilegt fiskeldi í sjó verði aukið 20% á landsvísu og að eldi verði leyft meðal annars í Ísafjarðardjúpi. Forsvarsmenn fiskeldis fyrirtækis á Vestfjörðum segja að takmarkanir Hafró ekki byggja á vísindalegum grunni. Á Austfjörðum er lagt til að leyfilegt eldi nær tvöfaldist og farið sé í 12.000 tonn á Fáskrúðsfirði og 16.000 tonn á Reyðarfirði. Þá verði laxeldi leyfilegt í Seyðisfirði upp á 6.500 tonn. Fyrir vestan er ekki aukning á núverandi eldissvæðum en ný svæði eru lögð til. Annars vegar í Önundarfirði upp á 2.500 tonn og hins vegar í Ísafjarðardjúpi upp á 12.000 tonn. Fram til þessa hefur stofnunin mælt á móti laxeldi í djúpinu og leggur nú til að eldi verði ekki stundað nær laxveiði ám í botni Ísafjarðardjúps en sem nemur línu frá Ögurnesi að Æðey og Hólmasundi. Þetta er gert til þess að takmarka hættu og erfðamengun. Háafell dótturfélag Hraðfrystihúss Gunnvarar í Hnífsdal hefur sóst eftir því að setja lax eða silung í sjókvíar í djúpinu síðan 2011. Fyrirtækið telur að með þessari takmörkun á eldissvæði í Ísafjarðardjúpi verði erfiðar að árgangaskipta fiski til að komast hjá sjúkdómum og laxalús. Þetta setji strik í reikninginn í áætlunum fyrirtækisins. Ráðgjöfin er jákvæð að það skuli vera opnað á laxeldi í djúpinu, en fyrir okkar fyrirtæki kemur þetta illa við okkur. Það er í raun og veru að vera að reka okkur mörg skref tilbaka sem við erum búin að vera að stíga áfram undanfarin ár. Útflutningur á ferskum fiski hefur hrunið undanfarna daga. Kristján telur það þó ekki standa í vegi fyrir eldisfyrirætlunum. Bara framleiðsluferill á laxaafurð til útflutnings, hann er minnst 3 ár, 3,5 ár. Þannig að við erum að vonast til að hlutirnir lægist. Mikill sjógangur og stormasamur vetur hefur flýtt því að aldargamlar menningarminjar á Vesturlandi hverfi endanlega í hafið. Víða land má finna leifar gamalla verstöðva allt frá landnámi. Á Gufuskálum á Snæfellsnesi er mikið af þeim. Og hérna sjáum við þykkar leifar af beinum og þykk mannvistarlög. Hérna hefur auðsjálega verið búseta eða verstöð lengi vel. Þessar minjar liggja fyrir opnu hafi og hefur töluverður hluti þeirra horfið í sjó á síðustu áratugum. Þá hefur stormasamur vetur valdið meira tjóni en ella.
Það er örugglega flýtt þessu og maður sér að bara stök veður, þau geta haft mikil áhrif. Maður sá með írskapurinn þegar hann skemmtist á sínu tíma. Þetta var raun og veru bara eitt veður, má segja, sem kom og ljós stórgrýtið þarna yfir og skemmti. Og það var ótrúlegt að sjá hvað mikið gat skemmst á stuttu tíma. Og heimamenn tala að hérna á bara undanfarinu 20-30 árum þá eru 10-15 metrar farnir hérna af jarðveginum ofan af klöppinni. Þetta á ekki einungis við á Gufuskálum. Tjón hefur orðið víða land í vetur, svo sem við Kolkuós í Skagafirði, þar sem þessar myndir eru teknar. Við náttúrulega erum að missa þessar upplýsingar í sjóinn sem minjarnar varðveita og það náttúrulega er óefturkræft og við sjáum ekki aftur. Svo það er mjög erfitt að horfa upp á hvernig veðrið og veðurharkan hefur farið með þessa strandlengju hérna. Það er ekki hlaupið að því að vernda minjarnar. Sjóvarnargarðar eru valkostur en Magnús segir að sú lausn henti ekki í hverju tilviki. Þörf sé á auknu fjármagni til rannsókna áður en sjórinn hrifsar minjarnar endanlega til sín. Minjastofnun er það lítil stofnun, við erum ekki nema rúmlega 20 og erum yfir allt landið, við erum enga landvirði og ekki neitt og við ekki til lítið sinnt. En þess var óskandi að það fyndist fjármagni að rannsaka þetta betur. Og þá að veðri. Það gengur í suðvestan hvassviðri með skúrum eða éljum í kjölfar sunnan áttarinnar sem gengur yfir í kvöld. Hiti víða nokkuð yfir frostmarki en kólnar smá saman annað kvöld. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfréttir að loknum íþróttum. Eva Björk Benediktsdóttir sér íþróttafréttir kvöldsins. Forseti ISÍ segir að fjárveiting frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu vegna COVID-19 sé íþróttastarfinu mikilvæg en ekki sé ljóst hvort hún dugi til. Nánast allar íþróttafréttir sem berast erlendis frá eru tengdar COVID-19 veirunni en sífellt fleira íþróttafólk greinist með veiruna. Og við hittum Kára Gunnarsson, sjöfaldan Íslandsmeistara í badminton, sem heldur í vonina að hann á að tryggja sér keppnisrétt á Ólympíuleikunum. Og þá er komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Sundlaugum, skemmtistöðum og söfnum verður lokað og einungis 20 mega koma saman samkvæmt hertu samkomubanni heilbrigðisráðherra. Bannið tekur gildi á miðnætti annað kvöld. Ekki verður hægt að sinna störfum þar sem fólk er í miklu návígi við viðskiptavini. Rakari í Vesturbæ Reykjavíkur þarf að loka sínum vinnustað og hann segist ekki vilja taka óþarfa áhættu. Skíðabærinn Ískal í Austurríki er nú skilgreindur sem eitt af hættulegustu smitsvæðum heims. 100 smita má rekja til bæjarins en íslensk stjórnvöld gerðu fyrst viðvart hættuna sem stafaði af bænum. Sorpa hefur enn ekki fundið kaupendur fyrir 3 milljónir rúmmetra af metangasi og 12.000 tonn af moltu sem ný gas- og jarðgerðastöð í Álfsnesi mun framleiða á hverju ári. Stöðin kostaði rúma 5 milljarða og verður tilbúin í lok mánaðar. Margar menningarminjar hér á landi liggja undir skemmdum vegna sjógangs og hætta á að þær hverfi endanlega í hafið á næstu árum. Þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir eru alltaf á rúv.is. Við segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdina helgina. Verið sæl.